Veitingastaðurinn Sjávarborg opnaði í byrjun árs 2015 og staðsettur við höfnina á Hvammstanga á efri hæð Selasetturs Íslands. Staðurinn hefur allur verið innréttaður með sögu hússins og staðsetningu við sjóinn í huga og því mikil sjónræn upplifun sem fylgir því að heimsækja staðinn. Sko þetta hús sem að Sjávarborg í, þetta var frystihús og það eru hlutir hér inni sem að tilheyrðu upprunalegu mynd þessa byggingar. Til dæmis við erum með risastórt kæliunit sem hefur verið málað og það hangir hér á veggnum. Kjötkrókar eru notaðir sem fatahengi og svo er náttúrulega bara upprunalegt loft á staðnum og síðan eru húsgögn sem eru búin til úr bobbingum, sjóbobbingum, það eru kræklinga, flotholt og kræklinganetum sem eru notuð sem ljós og svo lengi má telja. Það er fjörugrjót notað í barinn og annað slíkt. Þannig að það er í raun verið að virkja öll skilningavitin og upplifunin hérna, hún byggir á því? Já, ég myndi segja það. Þetta er svona beintenging náttúrulega við sjóinn, horfir á sjóinn og svo farið fyrst dagsins og nýtir svona fallegra hönnunar, myndi ég segja. Nú heitir staðurinn Sjávarborg, við erum hérna alveg við sjóinn líka og maður sér að aðréttunum, það er byrjað á fiskréttunum. Eru fiskréttin svona kannski helsta sérstaðan eða hver er sérstaðan? Mjög margir sem koma hingað náttúrulega sitja beint við sjóinn og þeir langar að borða fisk og ég myndi segja að fiskur dagsins er vinsælsti rétturinn okkar, kannski er það út af því við erum náttúrulega líka beint við sjóinn, en við erum samt með alls konar aðra rétti á boðstölum þar sem við erum kannski að þjónusta svolítið breiðan kunnahóp, þannig að það ætti allir að geta fundið sér eitthvað við hæfi þó svo að þú viljir ekkert endilega borða fisk. En fiskur dagsins er klárlega vinsælsti rétturinn okkar. Náttúrulega erlendi ferðamaðurinn er rosalega mikið að leitast eftir kannski svona alíslenskri matarhefð og vill prófa mjög svona lokal hráefni á meðan að Íslendingurinn vill bara fá alls konar mat. Hann bara er á ferðalagi og vill jafnvel geta bara gripið í samloku eða hamborgara eða súpu, eitthvað létt, en erlendi ferðamaðurinn langar í fisk og lamb og fá svolítið svona kannski beina tengingu við svæðið sem hann er á. En Íslendingurinn er kannski vanari því og langar að fá kannski svona alþjóðlegri rétti sem ég skil bara mjög vel. En hérna í sumar, hvað eru þið að gera? Eru þið að gera eitthvað nýtt eða hvað er það að bjóða upp á hérna í sumar? Já, við erum með nokkra svona nýjungar í sumar. Við verðum til dæmis með, við höfum alltaf verið með á veturna svona rétt dagsins, svona heimilsmat sem við bjóðum á virkum dögum í hádeginu. Og við ætlum að vera með það áfram í sumar á virkum dögum. Og þar að auki erum við að bæta við þessa súpu og salati á hlaðborðið. Og það er þetta að kaupa sér eða það fylgir þá með rétt dagsins. Og hér kemur þá heimamaðurinn mjög mikið á borðar í hádeginu og þá náttúrulega allir ferðalangar sem eiga hér leiðum eða dvelja hér á staðnum er náttúrulega velkomið að koma í hádegismat líka. Svo ætlum við líka að vera með við ætlum að prófa að bjóða yngstu gestum staðarins 5 ára yngri frítt að borða í sumar og allir þeir sem hafa aldur til að panta að barnamatseðli, 12 ára yngri fá frían ís með hverju barnamatli. Þetta er svona nýjungarnir sem við verðum með í sumar. Og það er þá kannski þess að höfða til þess að fjölskyldur eru að fara að ferðast meira innanland? Já, algjörlega og ég veit og bara þekki til að það verða mjög margir á ferðalagi í sumar og náttúrulega margir með börn og þetta er skemmtileg staður að stoppa með börn. Þetta er mjög rúmgott og svo náttúrulega er sjórinn við hliðina og skemmtileg fjara sem hægt er að kíkja út í. Þannig að þetta er klárlega áningarstaður fyrir fjölskyldur og líka bara frábær sundlaug og skemmtilegt tjaldsvæði. Þú nefnir sjóinn og þetta æðislega útsýni sem er hérna við hliðina á okkur. Við hljótum að vera að tala aðeins það að hér er oft sýning í boði. Já, hér er oft sýning í boði sem gestir fá í kaupæti með matnum. Það eru oft hvalir hér að stökkva í sjónum og það hefur vakið mikla lukku meðal gesta að geta horft hér á hvali stökkva meðan maður borðar.
Og maturinn jafnvel kólnar stundum á meðan eða hvað? Já, hann hefur stundum kólnað hjá gestum því að þeir ofstundum þurft að minna fólk á að maturinn sé kominn á borðið því að fólk alveg límt við gluggann eða alveg út á svölum að reyna að taka myndir.